hversu nálægt varstu komið með að vera með stærstu stofuna á Íslandi? Ég var með stærstu stofuna Þú á varst með tímabili. stærstu stofuna á tímabili. Bara svona starfsmannalega séð og fjöldi kýrópraktora og örugglega fjöldi skjólstæðinga. Ekki það að ég var eitthvað að metast eða keppast við aðra en eitt svoleiðis, en ekki beint, en það gekk rosalega vel. Guðmundur Birkir Pálmarsson, eða Gummi Kíró eins og best þekktur, bara velkomin. Takk hérlega. Og þekkja kannski flesti sem kýrópraktor eða áhrifavald. En hvar svona byrjaði ferli á þér? Sem kýrópraktor áhrifavaldur? Já, eða þú byrjaði náttúrulega í kýrópraktikinni? Jú, ég tók ákvörðun að vera kýrópraktor. Ég var búinn að vera einkaþjálfari í nokkur ár og vissi að ég vildi hjálpa fólki. Og leiðin lá þá í kýrópraktikina í Svíþjóð, Stokkhólmi. Og þá var bara ekki aftur snúið að svona læra inn á það hvað kýrópraktor getur gert til þess að hjálpa fólki. Það var mjög áhugavert fyrir mér og þannig að leiðin lá þangað bara nokkuð snemma eftir stúdentsprófið og nokkur ár sem einkaþjálfari. Já, hvaða ár var þetta? 2006. 2006? Já. Og hvernig kemst að því að svona áttar á því að þú vilja fara að læra kýrópraktik? Það var annarkvort að verða læknir eða sjúkraþjálfari eða lítalæknir. Það var svona áhuga sviðið og en svo hafði ég heyrt þetta kýrópraktik, vissi ekki almennilega hvað þetta var, fór þá og hitti eitt slíkan á Íslandi. Já. Og eftir að svona aðeins að sjá bara svona hvernig þetta var hjá honum og þá vakti þetta mikinn áhuga. Félagi minn var þá í námi í Stokkhólmi á þeim tíma. Þannig ég heyrði honum, spurðist aðeins fyrir hvernig þetta væri og hann sagði bara dríðu hinga, skilur. Veistu, þetta er bara, þetta er geðveikt og úslega gaman og þegar ég tók þessi ákvörðun og þá bara svona svo að fólk skilji mindsetið mitt sem hefur alltaf verið frá byrjun er að ég ætla alltaf að vera besti í kýrópraktorinn. Já. Að það var svo mikill drifkraftur hjá mér. Ég ætlaði að vera bestur og fyrsta skrifið var að vera bestur í bekknum, annað skrifið var að vera bestur í skólanum og þriðja skrifið var að vera besti kýrópraktor sem hafi útskrifast nokkuð tíma úr þessum skóla. Já. Og ég vildi vera sá sem að mínir samnemendur leituðu til og sá upp til sem og varð og ég var alltaf einhvern veginn 1 til 2 skrefum undan þeim á meðan þau voru kannski að einbeita sér í því að leika sér og hafa gaman, að þá var ég að leita uppi kýrópraktora sem ég vildi læra af, sem að mér fannst vera bestir og fór mikið erlendis líka á ráðstefnur og námskeið og slíkt bara með námi, sko. Já. Þannig ég var svona fljótt bara komin með þetta mindset að ég ætlaði að verða sá sem að svolítið leiddi hópinn og sem að leiddi svolítið bara líka stefnuna og starfsemina á Íslandi. Já. Hvaðan kemur þetta hugafar að vilja vera bestur? Það einhvern veginn bara hefur alltaf verið þannig frá unga aldri. Ég vildi vera bestur í körfubolta og bestur í handbolta og það er svona einhvers konar þörf á að sanna sig fyrir öðrum og finnast maður ekki vera nóg og vilja leita validation hjá öðru fólki til þess að maður finnast maður verið nóg. Ég held að það sé svona grunninn þar sem að þessi drifkraftur kemur, en svo hef ég alltaf haft mikla þennan dugnað og þessa seiglu í að vera bara ótrúlega duglegur í því sem ég geri. Já. Hvernig gekk svo þegar þú ferði þetta náman út í Svíþjóð? Hvernig gekk að fara eftir þessu og verða bestur? Það gekk bara ótrúlega vel og nokkra svona sögur kannski sem ég hef aldrei sagt áður til þess að svona bara sýna hvað ég var að gera er að þegar að við vorum í námi eða þegar ég var í námi þá var basmóðir mín að vinna og hún var farin í vinna bara klukkan 7 á morgnana og kom heim bara milli 7 og 8 á kvöldin. Já. Og við byggum aðeins fyrir utan miðbæinn og hún var að vinna í miðbænum, þannig að það tók svolítið tíma að fara niður í bæ og koma aftur heim og við áttum nýbúin eignast Lilju Marín, dóttur okkar
og þannig að ég var inni, og við erum ekki með leikskólapláss, þannig að ég var inni að sjá hana allan daginn Já. og í þessu krefjandi námi og en samt sem áður að þá var ég ofta að mæta bara í próf og fekk bara félaga minn til að vera með hana í kerrun á meðan, sko. Og ég man þegar ég var að taka lokaprófið í skólanum að þá voru kannski, einhverju 8 prófdómarar í svona á langborði og svo var einn kennari við bekkinn. Ég var síðastur inn á einhverjum völdum og var hann allt og seinna að sækja dóttur mína hjá félagi mínum og kem inn og fæ fullt af spurningum og fæ fullt af verklegum verkefnum. Já. Og ég bara neldi þetta allt saman. Ég hnykkti bara eins og seasoned kýrópraktor og þá voru allir bara, hvaða gæi er þetta eiginlega? Og það, ég hafði bara alltaf einhvern veginn svo óbilandi trú á sjálfum mér. Já. Og önnur saga var að þegar ég var að maður að gera praktík hjá skurðlæknum, bæklunarlæknum, taugasérfræðingum og svo líka þeim sem að vinna með stoðkerfisvandamál eins og sjúkraþjálfarar. Og ég var í praktík hjá fótboltafélagi sem heitir Djurgården. Á þeim tíma var það svona kannski topp 3 félag í Svíþjóð og þeirra helsti leikmaður hét á þeim tíma Mattias Jónsson sem var kominn úr úrvalsdeildinni á Englandi og hann var alltaf að meiðast. Já. Og spilaði 2 leiki, meiddist að burtu 6 til 8 vikur, spilaði 1 leik, meiddist aftur og svona gekk þetta alveg 1,5 til 2 ár. Og einn sjúkraþjálfarinn, hann var aðeins búinn að fylgjast með því hvernig ég gerði hlutina og spurði mig, ég hef enga að tapa, getur þú kíkt á hann? Já. Og hann búinn að fara til allra helstu sérfræðinga og það finnur bara engin neitt hvað er að honum og hann var alltaf að togna aftan í læri og ég bara ekkert mál, ég hef bara enga að tapa og eitthvað svona og löngsaða stutt og þá spilaði hann það sem eftir var tímabilsins og misti ekki leik og var markahæstur og skilur þannig að það fór í fjölmiðla. Djurgården félagið bauð mér starf sem svona head of medical. Ég var bara 3. ári í skóla, sko, skilur. Og þannig að mín svona færni varð bara rosalega mikil og örugg svo hratt og ég náði svo oft svo miklum árangri sem að kannski engin annar gat náð, og þannig skapa ég mér svo hratt bara nafn. Já. Og ég man í skólanum að á síðustu 2 árum á maður að vinna á klíník í skóla og þar var kannski leikmaður eins og Mattias Jónsson eða kannski frægt fólk úr Eurovision að koma og hitta mig, skilurðu, þannig að kennara bara, hvað er þessi gæi að gera hjá þér? Þú ert bara nemandi í skóla, sko. Þannig að það hefur svona fylgt mér. Já, hvað varst þú þá með einhver svona öðruvísi nálgun heldur en allir aðrir? Já, ég náttúrulega eins og ég sagði á hann, þá leita ég svo hratt til þeirra sem að mér fannst vera bestir og sköruðu fram úr. Já. Og það er til aðferð sem er svona gullstandard í kýrópraktík sem er mjög erfitt að læra og erfitt að vera mjög fær í tækni af því það krefst mikill nákvæmni, hraða, krafts og næmni og alls konar svona hluti þegar maður er að leiðrétta og losa klemmur og læsingar í líkamanum. Já. Og ég var bara mjög fljótur að ná því og náttúrulega æfði mig eins og bara, skilur, engin annar og lagði það allt saman á mig þannig að þar kom þessi færni svo fljótt. Já, einmitt. Og ég man þegar ég var að útskrifast að þá var risa útskrift og skólastjórinn hún kallaði einn og einn upp og til hamingju og eitthvað svona og eins og hún kallaði mig upp þá hélt hún tíminn að ræða mig og allt þetta, sko, þannig að þetta var svona startið hjá mér og svona einhvern veginn, já. Já, þú komir svona öflugur inn í kýrópraktíkina. Já. En hvað var þetta nám lengi? Þetta eru 5,5 ár og svo gerir maður ár sem kandidat. Ég var það heppinn að því að þegar ég útskrifast að þá var svo regla ekki komin. Já. Þannig ég gat farið að starfa strax sem kýrópraktor og ég opnaði bara mína eigin stofu strax. Já, bara strax eftir námi. Já, bara í Stokkólmi, bara, hendi mig bara í Djúpulaugina. Já.
þannig að það dettur engum það í hug, veist, að gera það, nýkominu námi. Eins og ég segi við alla sem eru að útskrifast, nemendur sem að sækja til mín í reynslu og kunnáttu er að mundu bara þegar þú ert að útskrifast, þá ertu bara ógeðslega lélegur kýrópraktor, skilur við, því ég er bara að reyna að segja þeim að veist, þegar þú ert búin að útskrifast, þá byrjar vinnan að alvöru að verða eitthvað góður, sko. Einmitt. Og en ég hafði bara óbílandi trú á mér og opnaði mín einn stofu og var bara komin með stóran hópa skjólstæðingum, var meðhandla mikið af mjög frægu fólki, bara mjög hratt, af því það spurðist svo hratt út, sá árangur sem ég náði og leið og einhver svona stórsnjallna að koma, þá náttúrulega var aldrei aftur snúið, veist, þá þurfti ég aldrei að sækja skjólstæðinga. Nei, það er náttúrulega mjög góð auglýsing. Já. Staðfesting líka á þjónustinni. Já. En hvernig er svona, þú talar hann að ferðu bara beint og opna þinn eigin stofu. Hvernig er svona ferli við það að opna sín eigin stofu og sérstaklega eins og út í Svíþjóð? Já, það var ég kannski sá ákveðna möguleika því ég hafði unnið sem einkaþjálfari lengi. Já. Og til að drífa tekjurnar þá vann ég sem slíkur bara strax eftir skóla. Þannig ég var svona 50-50 einkaþjálfari kýrópraktor og opnaði þá mína fyrstu stofu inn á World Class í Stokkólmi sem er fyrsta World Class stöðin bara í heiminum. Já. Og sá sem að stofnaði World Class á sínum tíma, hann Úlf, ég var einmitt tók viðtal við Bjössa og Dísu í mínu podcasti og þá var ég að segja hann frá mínum kynnum við Úlf og sem að náttúrulega bara góð vinur þeirra og þannig ég opnaði mína fyrstu stofu bara inn á World Class og þar var geggjað teymi sem sáum þá stofu og við urðum öll geggjað teymi sjálf. Já. Og stýrðum svolítið þessari heilsustefnu okkar í að kýrópraktík var bara partur af ferlinu inn á stöðinni, sérstaklega þeir svo voru einkaþjálfun, komst í skoðun, komst í meðhöndlun, komst í tjekk, skilurðu, og þá fékkstu hvaða æfingar einkaþjálfun alltaf setja fyrir til þess að reyna að hjálpa axlavandamálinu eða bakvandamálinu eða eitthvað svoleiðis, þannig að þetta var mjög faglegt. Já. En svo út á sko kannski rekstrarhliðina þá var kona mín, hún hafði alltaf mikinn áhuga á því og sá svolítið bara þann hluta og ég kom svo sem aldrei nálagt því beint. Nei. Heldur sá ég bara bara svona mitt verklag og mitt vision sem kýrópraktor og einkaþjálfari. Já, meðhöndla viðskiptana. Já. Hvað varstu með stofu í mörg ára út í Svíþjóð? 3 ár og og þá 2012 snemma að þá kom Magni sem átti kýrópraktorstöð í Kópavogi, hann kom út og hitti mig í Stokkólmi. Já. Og vildi fá mig heim í starf og bauð mig bara að koma og á svona samning sem að ég gat til ekkert sagt nei við, þetta var það gott tilboð. Mér langaði kannski ekkert beint að fara heim á þeim tíma en basmóðir mín, hún vildi fara heim. Við vorum alltaf búin að vera úti í 8 eða 9 ár og þannig að þá lá leiðin heim. Já. Og það verður ástæðan fyrir ákveðar að koma og opna á Íslandi. Já. Og þú opnar stöð á Íslandi, er það ekki í sporthúsinu í Kópavogi? Sko ég opna ekki þar er mér búið starf. Já. Og þar vann ég í 4 ár og með bara frábærum árangri, þegar ég kem þar inn þá eru 3 kýrópraktorar að vinna og ég man fyrsta daginn þegar ég kem á þeim tíma voru svona sjúkraskýrslur sem voru bara í bunka fyrir hvern dag, þannig að þessi var með svona bunka og hinn var með svona bunka og eitthvað og minn bunki, hann var bara svona. Og ég man að ég hugsaði, minn bunki verður stærstur eftir ár. Ég ákvað það bara fyrsta daginn þegar ég sá bunkana. Minn alltaf var alltaf til þá og það gekk upp og ég var svona orðin kannski svona leiðandi kýrópraktorinn inn á þeirri stöð bara eftir 1,5 ár. Já. Hvað sagður þú varst þar í mörg ár? Ég var í 4 ár. 4 ár. Já. Og þá ferðu og opnar þín eigin stöð? Já, þá tek ég bara skrefið, þá langaði mig bara að gera hlutin eins og ég vildi gera þá og mér langaði að vera bara með mitt eigið röntgentæki og setja þá stefnu sem að mig langaði að setja. Mig langaði á þeim tíma að vera með stærstu kýrópraktorstöð á Íslandi. Okay. Og alls konar aðrir draumar sko. Þannig að þá tók ég þá ákvörðun að opna sjálfur. Hvaða ár var þetta? 2017.
2017 Já. og þá ferðu og opnar hérna kýrópraktir stöð Reykjavíkur, eða ekki? Jú. Og hérna, hvað svona tekur við þar og hver svona munur náði að vera með sín eigin stöð versus það að vera að vinna sem verktaki á annarri stöð? Ég fekk með mér bara besta starfsmann í heimi, eins og ég kalla hana Sonju, stelpu sem var að vinna í sporthúsinu, í afgreiðslunni þar. Ég hringdi í hana bara daginn eftir að ég sagði upp og sagði, heyrðu, ég er að fara að opna stöð eftir bara, korter, og mér langar að ráða þig, ertu til að koma með mér? Já. Og hún sagði, gef mér tíma til að hugsa, en svo sendum mig bara já, bara strax kvöldið, og við opnum þar, náttúrulega bara í framkvæmdum er ég bara að vinna. Já. Og koma stöðinni á lagnirnar, og bara mjög skemmtilegt tímabil. Vignir kýrópraktor sem ég er að vinna með í dag, hann kemur inn þarna bara mjög fljótlega, hann er að koma ná mig sjálfur og við urðum frábært teymi. Svo kemur einn og annar inn í þetta líka, ég allt í einu kom með kannski 12 manns í vinnu, og þetta stækkaði bara rosalega hratt og það var mikill svona meðbyr, má segja, inn í þetta allt saman og virkilega skemmtilegt. Við urðum svona geggjað teymi, sko. Já, einmitt. Og já, það var bara mjög gaman. En hvernig er svona að opna sín eigin kýrópraktarstöð? Er það dýrt? Já, það var dýrt, sko. Ég náttúrulega þurfti alltaf að gera allt svona flottast, sko. Já. Best og flottast, þannig að ég það kostar. Já, það kostar og þeir sem hafa farið inn í svona verkefni náttúrulega vita þetta, allt kostar miklu meira en þú gerir ráð fyrir og tekur lengri tíma en þú gerir ráð fyrir og röntgentæki kostar, það kostar ekki bara að kaupa, það kostar að setja það upp, herbyggi þarf að vera klætt af kopar og það kostar síðan á hverju mánuð að reka vélina, það líka kostar að þjónusta vélina, skilurðu, og þetta er eitthvað sem að þú hefur ekki hugmynd sko. Nei. Og ég grínast stundum með það, þegar ég tala einu sinni við hana vinkona mín, hana Gerði Arinbjarnar hjá Blöss og hún tengi svo sterkt við þetta er að ég man þegar ég fekk fyrsta reikningin fyrir ársreikningi og það var eitthvað 800.000 og ég sagði, hvað er þetta? Ég hafði ekki hugmynd að þetta ætti að vera eitthvað sem verið partur á rekstri, að skilja inn ársreikningi. Þannig að það lýsir svolítið bara mér sem rekstara manni í raun og veru að koma mér á stað. Ég hafði ekki grun alla þessa kostnaðarliði sem áttu að koma inn og hafði svo sem aldrei áhuga á því. Ég hafði aldrei áhuga á því. Og hef aldrei verið góður í því sem ég hef ekki áhuga að gera. Þannig byrjaði þetta. Þannig byrjaði þetta, já. Og þú varst komin eins og þú segir hann upp í 12 starfsmenn þegar var hvað mest? Já, við vorum alveg risastór hópur, örugglega 20 manns þegar mest var, sko, með nuddurum, kýrópraktorum og afgreiðslufólki og framkvæmdastjóra. Já. Svo keypti ég opnaði ég hárgreiðslustofu, keypti það og hóf þann rekstur samhliða. Þar fekk ég félaga minn sem hafði kannski aldrei fengið það tækifæri að vera með sína hárgreiðslustofu og var með það í 2-3 ár og síðan opnaði ég aftur stofu í Stokkhólmi, kom henni á lagnirnar, þar voru kýrópraktorar sem vildu læra af mér og á þeim tíma voru margir sem sóttu í það og ennþá náttúrulega að læra af mér og þannig að það tók mikinn tíma líka að koma því á lagnirnar og þjálfa þau upp og reka það batteri og en svo bara kom COVID, skilurðu, og þá bara breyttist allt, tekjur minnkuðu 45% og stofan í Stokkhólmi lokaði og hárgreiðslustofan alltaf líka hálfpartinn lokaði og ég að gangi í gegnum bara mjög svona erfiða tíma persónulega, það ég náttúrulega bara uppi svolítið þungan af rekstrinum sjálfur og þegar það minnkaði líka þá svona fór að halla á fæti og ég svona fljótlega bara misti áhugan, sko, að ég hafði ekki hennan metnað lengur fyrir því að vera með stæðstu stofunni, ég hafði ekki metnað lengur til þess
að bera upp í reksturinn og kenna hinum og leiða þá áfram og þá svona fór að hallunda fæti bara í rauninni. Já, hversu nálægt varstu komið með að vera með stærstu stofuna á Íslandi? Ég var með stærstu stofuna á tímabili. Þú varst með stærstu stofuna á tímabili? Bara svona starfsmannalega séð og fjöldi kýruprófessora og örugglega fjöldi skjólstæðinga. Ekki það ég var eitthvað að metast eða keppast við aðra en eitt svoleiðis en ekki beint en eins og segi það gekk rosalega vel og það er oft svona eftir að hyggja þegar maður er búinn að gangi í gegnum svona erfiðleika og búinn að gangi í gegnum hlutina að maður óskar þess að geta farið aftur í tíman og gert hlutina öðruvísi en það er víst bara partur af lærdómi og vexti sem einstaklingur að þurfa að gangi gegnum erfiða hluti líka. Já, það er náttúrulega sem að gera það að þeim karakter sem ert í dag sko. Akkurat. En þú talar þannig að þú hafi kannski ekki einhvern gífurlegan áhuga á rekstunum sjálfum og kannski mestan áhuga að vera að sinna viðskiptanum. Og hvernig var svona jafnvægi þess á milli að þegar þú komið náttúrulega eins og nefndir næstum með 20 starfsmenn og komið með aðra stöð líka í Svíþjóð að þá náttúrulega kannski hefur lítinn tíma til að vera að sinna viðskiptunum. Hvernig fannstu svona jafnvægi þarna á milli? Það var í raun og ekkert jafnvægi sko. Vist, á þeim tíma var ég að skilja og þegar maður er að gangi í gegnum svona erfiðleika persónulega þá fer maður að flýja alls konar hluti og ég fór að flýja og flótta með því að bara sökka mér í vinnu. Var að hitta allt og mikið af skjólstæðingum, var að ferðast allt og mikið erlendis og bara svona alls konar hegðun var bara ekki eðlileg og og þannig að það var aldrei neitt jafnvægi sko. Mér langaði, ég í raun og veru stjórnaði svolítið bara af egónu mínu á þessum tíma og var alveg búinn að sjá fyrir löngu sko warning signals skilurðu en ég bara hlustaði ekki, ég hélt bara áfram þannig að það svona það var aldrei neitt sérstaklega gott jafnvægi sko. Nei, var það kannski ego sem var að keyrað áfram á þessum tíma? Akkurat, það var það og ekkert annað sko. Nei, og svo eftir COVID þá ákveður að loka stöðinni? Já, eftir COVID hélt ég eitthvað áfram. Var það komin í einhverja skuld við skattinn og á þeim tíma gátu fyrirtæki fryst skattgreiðslur yfir eitthvað tímabil, þá safnaðist upp einhver skuld og svo var maður bara svona eitthvað að berjast við hana fram og tilbaka, hún minnkaði og svo jókst hún aftur og svo minnkaði hún aftur og veist, ég hefði svo auðveldlega hefði ég bara verið í lagi persónulega náð tökum á því, það var ekkert eitthvað stórt vandamál en það varð stórt vandamál og svo loksins tók ég bara ákvörðun og það er oft mjög erfitt að taka svona ákvörðun um að gefast upp, af því að ég hef aldrei verið þannig og vitandi að það er ýmislegt sem fylgir því að ég gefst upp og segi, ég bara get ekki meir eins og að vera í fjölmiðlum eða vera milli tannanna á fólki eða upplifa skömm eða eitthvað svoleiðis og það var kannski það sem að ég gerði það verkum að ég var bara allt of lengi að sko sleppa tökum á þessu var að berjast allt of lengi þannig að þá tók ég bara ákvörðun að leggja þetta til hliðar af því að ég held líka sko þegar fólk er að hlusta á þetta og vill bera eitthvað svona lærdóm af þessu er að láta ekki egói stjórna sér ganga frá og loka kannski á ákveðinu verkefni svo önnur verkefni kom upp í staðinn og það var það sem gerðist hjá mér er að leið og ég tók ákvörðun að loka þessu að þá allt í einu opnaðist svo mikið af öðrum möguleikum sem að ég bara var ekki að sjá eða var ekki að hlusta á. Þannig að það er eitthvað sem ég kannski myndi vilja miðla til fólks er að vera ekki að ströggla allt og lengi, heldur bara að taka ákvörðun. Er þetta eitthvað sem ég virkilega ætlaði að bjarga eða er það bara kannski best að leggja þetta til hliðar? Hvernig upplifir það svo eftir þú varst búin að taka þessu ákvörðun eftir að fara í gegnum þetta? Mikið léttir. Það er náttúrulega gríðarlega mikið léttir af því að því það er oft talað í okkar þjóðfélagi að margir eru svona einhverju kennitöluflakkarar og fólk lítur auðvitað hornauga á slíkt fólk. Það er auðvitað til fólk sem að kannski leikur sér af svona hlutum
en ég held að í 90% tilvikna fólki ekki að leika sér að því að koma fyrirtækjum í þrot. Nei. Og eftir að hafa upplifað það sjálfur og líka bara séð annað fólk í þeim aðstöðum, að þá þetta alveg gríðarlega erfitt. Af því þetta getur verið svo mikil skömm. Oft fyrirtæki barnið manns og það eru margar tilfinningar sem að fylgir því. Já. Þannig að þetta voru bara erfiðir tímar. Já, og þetta mitt eins og nefna fylgir sér skömm og það getur kannski stoppa fólk sem hefur á að fara á staði hrætt um að mistakast. Akkurat. Og hvað skömmunni fylgja því, sko. Akkurat. Þannig að það sem tekur við hjá þér núna þarna að þú ferð og sem sagt verður kýrópraktor hjá Líf. Já, það var í raun og veru bara það tækifæri var bara til einn daginn þegar Vignir, að því hann alltaf vann hjá mér í nokkur ár, opnaði síðan einn stofu og hann bauð mér á æfa með sér. Hann og einhverju félag voru á æfingu og ég var ekki búin að hitta hann í mjög langan tíma og við hittumst og við erum bara mjög kærir vinir og þó við séum ekki að hittast mjög oft og vorum ekki búin að hittast þá kannski 2 árið eitthvað í gegnum COVID og allt það. Nema ég allt í einu fann ég svona tilfinningu hvað mér langar að vinna með honum aftur. Já. Og þá var ég ekki búin að taka ákvörðun að loka mínu félagi neitt svoleiðis en ég fann bara, getum við ekki látið þetta bara einhvern veginn gerast, að við förum að vinna saman aftur, við vorum svo frábært heimi á þeim tíma og það gekk svo vel hjá okkur, rekstur þungur á Íslandi. Þarna getum við kannski reynt að skapa eitthvað tækifæri til að reksturinn gangi betur og veri léttari fyrir okkur báða og eitthvað svoleiðis. Já. Og þannig var það tækifæri til, en ég samt vildi ekki rugga bátnum í raun og veru varandi hans rekstur. Ég vildi frekar bara koma inn í þetta sem verktæki og vera bara partur af teiminu, hjálpa hans fyrirtæki að stækka og dafna. Já. Og ég gerði í raun og veru bara svona samning við hann sem engin annar kýrópraktor getur gert. Ég náttúrulega kom með alla mína skjólstæðinga og alla mína reynslu og alla mína kunnáttu inn á hans stöð og það var í raun og veru bara það besta sem ég gat gert. Já. Að hafa sem minnsta ábyrgð, af því ég var búin að missa áhugann á því að bera mikla ábyrgð. Ég vildi bara sinna mínu skjólstæðingum og ég vildi líka bara fara í önnur verkefni eins og áhrifavaldinn og önnur eins og þess að fötin sem að ég fatamerki mitt og fleira sem ég langaði að leggja meiri áherslu á. Já, einmitt. En þú talaður hana áðan að fyrir COVID þá varstu kannski búin að missa svolítið áhugann á þessu. Já. Hvernig finnur áhugann aftur? Ég held að það sé í gegnum bara sjálfsvinnu að ég fann einhvers konar hamingju aftur í lífinu, bara almennt og ég lærði að hvað skiptir mestu máli og hvað skiptir raun og veru máli, að ég fór að rækta sjálfa mig og geri það ennþá. Ég fjárfesti rosalega mikið í sjálfum mér, ég er með life coach sem ég hitti í hver einstu viku og náttúrulega rækta minn líkama og mína sál á hverjum einasta degi. Já. Og börnin mín og konuna mína og leið og það fór alltaf að vera einhver harmonía, að ég var actually glaður og hamingjusamur og ekki að leita eftir validation hjá einhverju öðru fólki, að þá allt í einu kom þessi lífskraftur aftur. Já, byrjaði að hlúa sjálfu þér. Já. Já. Hvað varstu þá að fara í ræktin og hreyfa þig, varstu að gera eitthvað annað, lesa einhverju bækur, eitthvað svoleiðis? Ég er ekki góður að lesa bækur en ég hlusta bækur og ég hlusta mikið á í raun og veru alls konar svona lífsþjálfa. Bæði bara YouTube og svo podcast og bara svona, sjálfshjálpar svona bækur og annað slíkt sem ég fór að hlusta á og læriði bara mikið og fór að hitta í life coach og hún hefur hjálpað mér gríðarlega mikið og svo ég svo einslega konu sem hefur hjálpað mér gríðarlega mikið. Já. Og þannig að það eru bara svo margir sem koma að þessu litla þorpi sem að ég bý í og ef við öll erum
að svona, já, að huga hvort öðru að þá dafnar einhvern veginn öllum, sko. Hvað fannst þennan life coach? Ég fekk bara recommendation og og það var bara kona sem sagði, þú verður bara að hitta hana, veist, hún er bara eitthvað annað og ég hitt hana alltaf bara á Zoom, tökum alltaf bara Zoom-fund einu sinni í viku. Ég er sem sagt, einn af mínum svona styrkleikum sem kírópraktor er að ég er mjög næmur og ég les svolítið orku fólks og leið og ég kem við fólk að þá skynja ég ákveðna hluti og ég er mjög næmur á tilfinningar, taugakerfið, bólgur og annað slíkt. Þannig að og þessi life coach, hún er það líka. Þannig að við eigum við erum svo gott tím og skiljum hvort annað svo vel. Já, einmitt. Það hefur hjálpað mikið. Já. Og ertu búin að vera í því nokkur ár núna þá? Já, bara í nokkur ár og myndi helst ekki vilja missa úr viku, sko. Þetta er bara það mikilvægt og hjálpað mér að taka alls konar ákvarðanir og stundum tek ég ekki neina ákvörðun fyrr en ég er búin að tala við hana. Og þó ég viti svarið og þó ég viti ákvörðuna en það er alls konar svona hluti sem að bara hjálpa og við hugsaum bara framtíðina, veist, við erum með svo sterkar sýn á því sem að koma skal og það er svo gaman að vinna þannig. Já, finnur fyrir drifkraftinu þá aftur. Já. Áður við förum aðeins úti og breytum aðeins umræðum og færum yfir í það sem er búin að vera að gera sem áhrifavaldur, þar sem að þú hefur náttúrulega verið mjög áberandi á samfélagsmiðlum. Það langar mig að kafa kannski aðeins dýpra í kírópraktikina fyrir þá sem eru kannski að hlusta og þekkja það ekki nákvæmlega. Hver er svona munun eins og bara sjúkraþjálfara og kírópraktor? Það er stórkostlegur munur og ég fæ oft spurninguna, sko, þurfu allir að leita til kírópraktors eða veist hver er tilgangurinn? Það er eins og að þurfu allir að leita til tannlæknis. Við mannfólki í gegnum lífið erum að nota hryggjasúluna og stoðkerfi á hverjum einasta degi og það er alls konar hlutir sem að hafa áhrif á þá heilsu eins og andleg heilsa, líkamleg heilsa, lífstíllinn, taugakerfi, hormónakerfi og allt þetta hefur áhrif á stoðkerfi okkar. Grunnurinn að stoðkerfinu er hryggurinn og ef að hryggurinn er ekki að starfa eðlilega þá starfar ekki taugakerfið eðlilega. Þannig að starf kírópraktors er að greina og meðhöndla starfsemi hryggjasúlunnar og þar á meðal taugakerfis. Þannig að allir ganga í gegnum erfiðleika, detta, missa nána vini, vinna allt of mikið, eru undir of miklu álagi, stress, og það er sama með tennurnar okkar, við notum þær á hverjum degi og það er sama hvað við gerum, hversu mikið við erum að hugsa þær, það kemur samt tannsteinn og við þurfum samt að hreinsa, við þurfum samt að laga og gera ýmislegt, við komumst ekki hjá því ef við viljum vera með fínar tennur. Og það er sama með hrygginn og það er sama með okkur mannfólki að við þurfum að viðhalda heilsunni þannig. Það er bara grunnurinn að því að þá virkar allt annað svo miklu betur. Starf sjúkraþjálfara er að endurhæfa. Þannig að eftir áfalli, eftir slys eða eitthvað svoleiðis þá þarf oft endurhæfa fólk til þess að það sé fungerandi í samfélaginu og í starfinu sínu. Það er þeirra sérhæfing. Okkar sérhæfing er að finna rótina af einhvers konar vandamáli eins og verkjum eða eitthvað slíkt og leiðrétta það og vinna með það. Þannig að þegar einhver er með verki í olnboganum þá skoða ég ekki fyrst olnbogann, heldur ég fer að skoða hver er rótin. Ef einhver er með taugaleiðni niður í stóratá þá fer ég ekki að skoða stórutanna, ég fer að skoða hvaða tauga er klemmt og fer þá í rótina á vandamálinu og sko 90% af mínu fólki, eins og ég kalla það, fólki mitt, er ekki að koma út af því það með verki. Það kemur út af því að þeim líður vel og þau hafa kannski rekið sig áðan okkur sinnum að taka sér pásu hjá mér eða gleyma bóka nýjan tíma og þá fann það svo sannlega fyrir því. Og þannig virkar kírópraktík best að viðhalda, fyrst að koma fólki úr verkjum og úr vítahring sem það komið sér í og svo er það viðhaldið sem skiptir mestu máli og það er ekki bara það er bara lífstíllinn og það eru æfingar og það eru teygjur og það er
mataræði, það svefn og skilur, allt þetta stafar að heilsunni. Já. Og það mitt hlutverk, að reyna að passa sem best upp á þetta. Það engin fullkomin, það engin 100%. Nei. En bara reyna að vera besta útgáfan af sjálfum þér, en þá þarf það að leggja á það að koma tíminn. Já, einmitt. Og það myndur að segja að fólk þyrfti að koma reglulegur og að tala einhverju mánaða fresti eins og ári? Já, ég meina, það mjög misjafnt. Já. Það mjög misjafnt. Ef sumir eru með, kannski hafa lent í slæmu slysi og eru með eitthvað grunn vandamál sem ekki hægt að leiðrétta eða laga og þá þurfa þau kannski, ef þau vilja, hafa eitthvað standard á sinni heilsu, að líða bara vel, sofa vel, geta æft vel, geta hreyft sig, geta verið með barnabörnin, þá þurfa þau að koma reglulega, já. En svo eru aðrir sem eru ekki með neina slíka sögu og ekki með neitt slit í líkamannum eða neinar skemmdir eða neins þar, þá koma þau kannski á 6 vikna eða 8 vikna eða 3 mánaða fresti til að viðhalda heilsunni. Þannig að það allur gangur á í rauninni, sko. Já, ég tengi vel við það. Ég hef einmitt verið á kírópraktor núna í nokkur ár, var eins og ég á þér fyrir nokkrum árum. Já. Og mætti tíðin í röntgen myndatöku fyrst. Já. Og þá var einmitt að ég held ég væri með aðeins styttri fætur öðrum megin, en þá var það einmitt bara einhver stífleiki í mjöðminni sem var búin að safnast upp. Já, það sem gerist þá að hún leitar í ákveðna svona vindingu. Já. Og þá skekkist hún, þó ég vil ekki nota orðið að skekkjast, en þá bara stífnar hún upp og við það að stífna upp þá kemur snúningur í mjöðmina og þá styttist fóturinn af því hann tókast með upp. Já. Og þannig að þá fann ég, þarna einhver grunnur, en svo getur það kannski verið spjaldhrygurinn sem grunnurinn, ekki mjöðminn, þannig að það ýmislegt sem spilar inn í. Þannig að það svona, já, það alls konar. Og allir kírópraktorar eru ólíkir, sko, skilur, það engin eins og ég hef bara bilandi trú á því sem ég ger og hvernig ég ger hlutina og mér finnst það vera besta leiðin. En svo eru aðrir með aðra leiðir og fólkinu þeirra finnst það vera best. Þannig að það er bara hver í sínu, sko. Já, myndur þú segja að það eitthvað svona ákveðið inn á kírópraktikinni sem að þú sérhæfið kannski í? Já, ég myndi alveg segja það. Ég meina, svona bara mjög erfið case eins og brjósklos, hálsbrot sem eru þá gróin að sjálfsögðu eða, fólk í alvarlegum slysum eða, ég gæti örugglega talið upp rosalega mörg dæmi eins og bara félagi minn sem að hálsbrotnaði í Frakklandi og ég kom honum á lappirnar eftir að bæklingalæknir sagði ok, nú máttu kíka Gumma og fólk sem hefur fengið blússandi brjósklos og getur alltaf staðið setin í sofið og verkjalaust eftir 3 vikur, skilurðu, og fólk sem kemur inn með kannski ekki bara eina hækju, heldur kannski 2 og lappar út með þær undir hendunum. Og ég er með svo mörg dæmi, skilurðu, ég geti endalaust talið áfram og kona sem kom bara til minn í síðustu viku var hjá lækni sem sagði að hún væri með ónýtt hné, hvað sem það þýðir, hún væri með hælspora og væri með slitna sini í öxlinni og það greining sem að læknirinn gerir með því að bara koma við hana og hún kemur til mín, fréttir af því sem ég hef gert og hún finnur ekki fyrir neinu eftir 3 skipti og hún 64 ára gömul, og þannig að það er bara, ég næ oft svo miklum árangri með erfið case. Það er bara því ég hef svo gríðarlega mikla stjórn og færni á því sem ég geri. Þannig ef einhver kemur til mín, þá veit ég að ég mun hjálpa honum. Ef hann eða hún tilbúin að leggja það á sig að koma til mín eins og ég mæli með að hún gerir eða hann gerir, þá munum við ná árangri. Já, upplifur kannski stundum eins og fólk sé hrættu að fara til kírópraktors? Já, það eru margir hrættir og það oftast bara þetta brak og hrætt að það sé annarkvort hættulegt eða vont. Já. Aðlega þá í hálsunum kannski sér einhver vídeo á TikTok eða Instagram. Já, sem var náttúrulega skelfileg þróun á sín tíma, af því að þessi myndbönd það sem að vera að setja einhverja ól utan hálsinn á fólki og kippa í það og getur verið stór hættulegt. Já. Og ég man að það var einn kírópraktor sem að gerði þetta á minnistofu og ég var bara brjálaður, ég skilur, og þetta
þetta ekki cool, þetta ekki töff, þetta á ekki að vera cool eða töff, þetta heilsa fólks sem við erum með í höndunum á okkur og við þurfum að taka þið mjög alvarlega og sko rauði þráðurinn í gegnum það að vera með þessa hæfni og tækni sem ég hef sem ákveðin svona gullstandard í kýrópraktík sem heitir Gonstedt aðferðin að vera nákvæmur. Já. Þú þarft að vera rosalega nákvæmur í þeirri hreyfingu og þeirri leiðréttingu sem að þú ætlar að uppná. Já. Það ekkert allir sem náði, sko. Það mjög fáir sem náði. Já, einmitt. Maður upplifir þetta kannski stundur svona eins og maður að benda fólki á að fara til kýrópraktors. Þegar ég upplifir sjálfur, það hefur hjálpað mér gífurlega, sko. Já. Að þá fólk svolítið hikandi og hrætt við það, sko. Já, það kannski, það líka því, vandamál á Íslandi það að sko, sjúkraþjálfarar og læknar hafa enga kunnáttu hvað við erum að gera. Já. Og oft þegar einhver hræddur við eitthvað þá fer hann að dæma það. Já. Það held ég sé bara í eðli fólks. Að fólk veit ekki nákvæmlega hvað þetta er. Nei, það heldur að það sé svona en það hefur í raun og veru ekki hugmyndum það sko. Og, en ég vinn með mikið af frábærum sjúkraþjálfurum og ég vinn með frábærum læknum sem að treysta því sem ég geri og treysta minni hæfni og hafa trú á því og annars líkt bara í gegnum sína skjólstæðinga og þannig að ég hef gott netverk í kringum mig en svona heilt yfir myndi ég segja að heilbrigðiskerfið algjörlega grunlaust hvað kýrópraktor gerir raun og veru sko. Já, einmitt. Hvernig svona ferli fyrir einhvern nýjan viðskiptaðin sem að væri að koma til eða hefði áhuga? Í rauninni bara þegar skjólstæðingu kemur og þá maður kannski í 20 mínútur hálftíma bara að ræða við einstaklingin af hverju hann eða hún að koma og hvaða saga að baki. Bara með því að spjalla við fólk og hlusta fólk þá ertu að hjálpa því á sama tíma og svo kemur greiningaferlið, það getur verið myndataka og svo alltaf líkamsgreining með hreyfifærni og alls konar hlutum sem við gerum til þess að greina grunnvandamálið. Og svo hefst þá meðferð sem þá þessar hnykkingar og eða liðlosanir og leiðréttingar og svo vinn ég líka mikið með bara vöðvakerfið, losa bólgur og festingar sem þarf að gera stundum til að hjálpa til. Já. Og svo þetta ferli oftast þannig, svo maður að hittast eitthvað x oft, einu sinni í viku eða tvisvar í viku í x langan tíma til þess að ná upp einhverjum árangri, svo þarf að viðhalda árangrinum og svo þarf að reyna að bæta árangurinn enn með frekar og þá koma teygjur og æfingar inn í þetta, þannig að það svona ferlið bara þannig. Já, það það sem fólk má búast við. Já. En ef við förum aðeins yfir í samfélagsmiðlana og nú búin að vera freka virku þar svona síðustu ár, hver svona kveiknar áhugin hjá þér að fara þar inn og leggja metnað í að vera svona duglegur að pósta og mikið að pósta tísku og heilsu? Já. Það var svona markastækifæri. Þegar ég kem til Íslands þá var engin heilbrigðisstarfsmaður að auglýsa sig í rauninni. Og ég hugsa að ég hafi svolítið byrjað það trend sem náttúrulega búið að vera síðustu árin að þá sá ég þetta tækifæri og stofnaði þá minn account Gummi Kíró. Já. Og var bara mjög fljótt þekktur sem sá og var og ég var alltaf svo óhræddur við það að sýna hvað ég var að gera dagstæðlega, það voru ekkert margir að gera það og mitt áhugamál alltaf bara tíska og lífstíl og heilsa og var að sýna maður frá þegar ég var að æfa og var að æfa mikið crossfit og hafði mikið áhuga á tísku, það var ekkert margir karlmenn sem voru mikið að sýna frá því á þeim tíma og það vakti bara athygli og ég leit svo sem aldrei á mig sem áhrifavald. Það var ekki fyrir kannski að ég kynntist Línu sem að ég byrjaði kannski að taka það skref að vera áhrifavaldur. Ég var alltaf bara Gummi Kíró og kýrópraktorinn og var alveg kannski eitthvað þekktur sem slíkur sko, en það var bara því að ég var að hitta mjög mikið af fólki og náði miklum árangri og eitthvað svoleiðis en það var ekki út af neinu öðru. Nei, einmitt. En þú ákveður svo einhverju tímapunkti að fara og taka þetta lengra á samfélagsmiðlunum. Já. Og gerast áhrifavaldur. Já, það var svolítið kannski fyrst bara í kringum mín kynni við Línu að ég svona fór að taka einhver skref í það áttina. Já. Og
og mér fannst það bara skemmtilegt. Ég meina, okkar líf var rosalega mikið bara þannig að það var mikið í fjölmiðlum og okkur fannst gaman að taka fallega myndir og okkur fannst gaman að sýna frá því sem vorum að gera og þannig skapaðist kannski Gummi Kíró sem áhrifavaldurinn svona alltaf meir og meir. Já. En svo en aftur og þá var ég svo sem aldrei að líta á mig sem áhrifavald, heldur var ég bara kannski meira svona, já, bara þekktur í samfélaginu og svona, já, er það ekki svona opinber manneskja. Já, er það ekki svona nútíma skilgreiningin í dag kannski á áhrifavaldi, einhver sem fólk horfir á Jú, og það er samt að breytast rosalega mikið og sérstaklega með tilkomin TikTok er að áhrifavaldar geta verið í rauninni bara ekki með mikið fylgi en samt fengi mikið áhorf bara út frá því efni sem að býr til, þannig að það er mjög mikið af litlum áhrifavaldum hér og þar sem að kannski enginn þekkir eða enginn kannski ekki frægt fólk, sko. Þannig að það er breytt, en það var þannig, já, í svolítinn tíma að maður var svona pínu þjóðareign sem áhrifavaldur, sko. Já. Og margir áhrifavaldar tengja alveg við það, sko. Já, hvað var svona þegar þú kynnist Línu ákveður að ætla að fara að taka Instagram meira alvarlega, varstu með eitthvað svona ákveður markmið í huga eins og í hinum verkefnum sem þú búin að taka þig fyrir hendur? Sko, já, veist, ég hef alltaf þann metnað að vera bestur og og frægastur og og ég man ég sagði einhvern við mentor hjá mér, hann spurði mig hvaða markmið hefur sem kýróptor? Ég sagði, ég ætla að vera frægasti kýróptor á Íslandi. Já. Og hann sagði, byrju, er ekki betra að vera bestur? Ég er bestur, en ég ætla líka að vera frægastur. Þekktastur. Þekktastur. Ég vildi að ef einhver hugsaði kýróptor, þá myndi hann hugsa Gummi Kíró og þannig að þetta var svona markasverk, tækifæri og markasverkfæri. En ég man, sko, þegar við í Lína vorum að byrja saman, það var auðvitað viðkvæmt, ég búin að skilja og ég á 3 börn og við vildum ekki allir myndi vita þetta bara á núleitni, af því að vissum að einhver myndi sjá okkur einhvers staðar, þá myndi það rata í fjölmiðla. Við fórum eina ferð til London saman, þar sem að við sátum sikkurum megin í vélinni og létum ekki sjá okkur saman á vellinum. Já. Komum út til London, náttúrulega einhverjir Íslendingar í kringum okkur og pössum að enginn fatti að við séum saman og eitthvað svona. En svo vorum við inn í verslun í London og þar var greinlega einhver Íslendingur og var sem sagt að taka okkur upp. Já, ok. Og það ratar í fjölmiðla og ég man daginn eftir þegar maður vaknaði og fekk sér kaffibolla og opnaði Vísi og þá allt í einu stóð Gummi Kíró og Lína Birgitta nýtt par. Já. Og þá fattaði ég allt í einu bara, já, ok, ég er komin á þennan stað að sama hvað við gerum að þá er skrifað það og ég efast að það sé búið að skrifa eitthvað meira en mig síðustu árin ef maður fer að telja greinar og umfjallanir og það er bara í dag orðin bara partur af þeim sem ég er. Já. Og því sem ég geri og mér finnst það stundum skemmtilegt og stundum hundleðilegt en það er bara partur af mínu lífi. Já, það er bara kostur og galla við allt. Já, bara þannig, það er kostur og galla við allt. Já, en þegar kannski tekist að stóru leyti markmiðin að vera þekktasti kýrópraktor landsins, þá margir sem að hugsa bara strax Gummi Kíró þegar heyra kýrópraktor. Já, það held ég. Já. Og margir kýrópraktor sem að hafa þakkað mig fyrir svona að leiða, brautina og vera brautryðandi í svo mörgu, gagnvart starfinu og Já. Og rosalega margir kýrópraktor sem hafa bara orðið kýrópraktor út af því að þeir fylgdust með mér og vildu vera eins og ég og það er bara heiður og ég hef alltaf reynt að hjálpa öllum sem að vilja mína hjálp og mína aðstoð og mína ráðleggingar og það er bara svona grunngildi mitt er að vera bara, hjálpsamur og vera góður og sína mildi og já. Einmitt, hafa góð áhrif á aðra. Já. Bæða á samfélagsmiðlum og í kýrópraktíkinni. Já, akkurat. En hvaðan kemur svona þessi áhuga á tísku? Hann hefur alltaf verið til staðar. Ég man þegar ég var í það sem ég kallaði gaggó, var 8. bekkur, 8., 9., 10. Og þá átti ég heim á Hornafirði og við kannski ekki svona kannski í einhverju tísku menningu en ég man að ég hafði alltaf mikinn áhuga á klæðnaði og vildi alltaf vera svona vel til hafður og hárið og
og byrjaði að sko hugsa húðin á mér bara örugglega 15 ára gamall og þannig að áhugin hefur alltaf verið til staðar og ég hef alltaf líka viljað standa út. Ég hef alltaf viljað kannski vekja athygli, vekja áhuga, það svona einhverja þörf fyrir svona validation á þann háttinn, en svo fór tískan kannski að þróast út í svona meira part af þeim sem ég í dag í Stokkólmi, af því að Stokkólmi einhvern veginn svona pínu mekka Norðurlandana fyrir tísku og mörg stórmerki hafa komið þaðan, þannig að það ég læriði rosalega mikið þar. Já, en hvernig finnst þér eins og talar húð og annað, hvernig finnst þér kallmenn í dag, finnst þér mikið vera að spá í þessu? Ef þú hefur spurt mig kannski fyrir 5 árum síðan, þá myndi ég segja nei. En það hefur svo rosalega mikið gerst á þessum tíma og sérstaklega ungir kallmenn eru bara miklu duglegir að hugsa sjálfan sig og pæli útliti og það bara svo stór partur af sjálfsmyndinni að hugsa vel sig og hafa gott sjálfstraust og ef þú hugsa vel þig andlega og líkamlega þá hefur þú sterkari sjálfsmynd og þá hefur þú betra sjálfstraust og klæðnaður bara stór partur af því. Það bara þarf ekki að vera endilega alltaf í nýjustu tísku að dýrustu fötunum, það skiptir engum máli, það skiptir bara máli að þið líður vel og fólk kannast við það ef þú ert í einhverjum fötum og því finnst óþægileg eða passa ekki alveg nægilega vel við þig, þá líður illa. Og þannig að þetta fór svolítið bara að vera það og ég tók þessu hlutverki bara nokkuð snemma. Ég vissi bara að fólk var að fylgjast með mér. Ég vissi að fólk var að fjalla mig og fjölmiðlar var að fjalla mig og ég vildi bara brjóta allar þessar mýtur og svona þetta trend með því að kallmenn megi ekki gera þetta og megi ekki þori ekki að sýna frá þessu og hinu. Ég hef aldrei verið eitthvað hræddur við það að standa út eða vekja athygli, þannig að það held ég að hafi svona verið stór ástæð fyrir þessari ímynd sem þú varst ekki hræddur við að klæða öðru í sig? Nei. Aldrei verið hræddur við. En það eru kannski flesti það? Já, menn sérstaklega á Íslandi. Ég bjó náttúrulega í Stokkólmi svo lengi að vera bara partur af fjöldanum. Og þá bara og þess vegna finnst okkur svo gott að fara erlendis af því þá svona, það er enginn að dæma mig, það er enginn að horfa mig á þann háttinn, það er bara fólk bara að hrósa mér fyrir ykkar. Og það finnum maður þegar maður er í París og London og New York að þá fær maður svo falleg hrós og fólk tekur eftir manni á svo jákvæðan hátt sem svo erfitt hérna heima. Já, hvernig finnst þér fólk hafa verið að taka í þetta hérna heima? Það kannski fyrst var fólk svo hrætt við þetta og þá kom öll þessi neikvæðni. En ég hef ekki heyrt neikvæðni í svo mörg ár, sko. Nei, ég held ég sé bara búinn með það. Fólk veit alveg hver Gummi Kíró og það þarf ekki að dæma mig lengur, sko. Það veit allir að ég er með litla tösku með mér og ég er í svona sniðum og hins einn jökkum og það er hægt að sjokkerast. Já, hvaðan kemur taskan? Sko, það kannski bara svona þróunin erlendis. Ég meina kallmenn erlendis sem eru með tísku áhuga og þeir löngu byrjar að vera með töskur og miklu lengra komnir inn í ég, sko. En taskan sko convenience, að þú getur geymt ýmislegt í henni, þú getur síma og lykla og alls konar hluti sem að þú þarft ekki að hafa í vösunum. En hún líka bara partur af átfitinu. Hún getur verið alls konar litin, alls konar tegundir og partur af lúkkinu. Partur af lúkkinu, sko. Þannig að það er bara svona partur af því sem ég geri. Hvernig lítur svona fataskapin út hjá þér? Þú veist, hver svona helstu vörumerkin sem að þú ert að vinna með eitthvað sem er í tísku í dag? Það breytist rosalega, sko. Veist, það í dag er ég, veist, mín hegðun í fatakaupum og annað slíkt, veist, ekki eins í dag eins og var fyrir nokkrum árum síðan. Og ég er ekki að elta trendin eins og ég var að gera fyrir nokkrum árum síðan. En maður þarf að gangi í gegnum alla þessa hluti, veist, og það er bara svona eitthvað ferli. Í dag er ég bara, veist, þetta eru alls konar kannski merki sem eru ekki eitthvað svona stór tískuhús endilega, þannig að en Acne Studios er svona stór hluti af mínu fataskáp, Suit Supply sem framleiðir rosalega fallegan og klæðilegan fatnað fyrir sanngjarnt verð
Ég vel oftast bara föt sem að efnin eru gæði og sniðin eru tímalaus en samt í anda nútímans og finnst bara gaman að breyta til og pröfa alls konar hluti, sko. Já. Það bara margt sem klæði mig, víst, ég bara svona einn af þeim sem að kannski, víst, ég púla bara ýmislegt og það held ég sé bara partur af persónuleikarum. Já, er þetta dýrföt, dýrvörumerki? Ég held að sko gæði alltaf svolítið dýrt en þú getur samt í dag valið gæði á svona, víst, góðu verði og að því það svona, við getum að, ég flokka þetta kannski í 3 flokka, annars vegar þetta sko Zara og H&M og allar þær verslanir, sko, og svo ertu með eitthvað í milli eins og Suit Supply og svo ertu með öll þessi sko 100-tals merkja sem eru að gera bara frábæra hluti í dag. Já. Og gæðin eru jafn góð og Prada, nema það bara ekki Prada merki á því, sko, og svo ertu með hitt, sko, Prada og Gucci og Louis Vuitton og allt það sem að merkið skiptir máli. Já. Og það, ég held, sko, í minn fataskápur bara að blanda þessu öllu saman. Að blanda þessu öllu saman. Já, þannig að stundum í sörubuxum og Gucci peysu, skilur, þannig að það skiptir engu máli í raun og veru. Nei. En myndir þú fann í H&M og kaupaði föt? Já, bara, ég hygglust, og ég hef gert það, sko. Já. En ég gera ekki mikið, af því að gæðin eru bara ekki nú góð, sko, skilur. Og en ég kaupi frekar í söru, af því að þar geta gæðin verið betri og og þannig já, þetta svona bara, ég er ekki of góður fyrir neitt merki, þetta bara oftast bara ef að gæði efnana sé ekki nægilega gott, þá hef ég engan áhuga á því. Já, veistu hvað það dýrasta flík sem þú átt? Já, það örugglega einhver svona bara jakki, veist, sem kannski Prada jakki sem hann alltaf allt og dýrt, en svo á ég margt svona í þeim dúr, veist, Louis Vuitton, Celine, Gucci, Prada, Loewe, Balenciaga, veist, já, eitthvað frá þessu öllu og þetta allt bara í svona sama verðflokki. Já, einmitt. Að því einhver myndi kannski halda að til þess að vera okkur í tísku og myndir alltaf kaupa það dýrasta, sko. Já. Að það sé endilega alltaf að flottasta. Já, ég tók þannig tímabil sjálfur, sko. Já, og valdur alltaf dýrasta. Já, en þá var tísku andinn svolítið bara, veist, branding, veist, það átt að standa Balenciaga eða það átt að standa Gucci, veist, núna í dag tíðarandinn annar og ég er ekki svo sami heldur sjálfur. Nei. Þannig að ég myndi aldrei velja það í dag. Svo meira minimal. Akkurat. Já, einmitt. Og þú sjálfur núna búin að stofna þín eigin vörulínu, þín eigin föt. Jú. Hvernig vaknar sú hugmynd? Kveiknar hún? Hún svona bara í maðanum á mér í langan tíma og hún byrjaði sem það að mig vantaði svolítið, mér vantaði einhverja nærbuxur sem að mér fannst vera geggjaðar, veist. Nærbuxur hafa oftast verið meira svona í kannski líkósel eða bómullar endanum, ef að líkósel þá það mjög þunnar og teygjanlegar og svona eru mjög þröngar, eða bómull þá verða þær oft svona svolítið slappar með tímanum og fara að vera svona ljótar með hverjum þvotti. Þannig að mig fannst vanta það á markaðin og þá hannaði ég Autumn Clothing og kom með nærbuxur á markað sem var blanda af lífrænum bómull og spandex. Já. Og voru bara með svona þykkri teygjan er eins og silki, hún er svo mjúk, skilur, þannig að það var bara svona byrjunin, sko, og mér langaði bara að koma með það á markaðin. Ég hafði engan svo sem metna til þess að Autumn Clothing átt að vera eitthvað the next thing eða neitt svoleiðis á Íslandi. Þetta var bara svona, mér langaði bara að pröfa þetta. Já. Og það gekk bara mjög vel og svo kom ég með einhverja galla sem að ég hef oft verið í svona sútsupagöllum, kannski mixa og matcha með skyrtum, þannig ég er svona casually fínn. Og þannig að ég kom með svoleiðis galla af því það var svolítið bara ég og svo Autumn Clothing núna að þróast meira út í svona ítalskt hágæða merki sem að mun þróast svona í þá áttina af því að ég er sjálfur að þróast í þá áttina. Já. Þannig að það mun koma á þessu ári
fatalína eða svona vörulína með svona þannig klæðnaði. Já, ertu að selja þetta bara aðalega á netinu þá? Jú, hefur verið bara á netinu og náttúrulega læri svo mikið af Línu. Hún náttúrulega svo geggjuð í því sem hún gerir og hefur kennt mér svo mikið og hjálpa mér að ná í framleiðendur, hjálpa mér að finna þá sem að passa fyrir mitt vörumerki og þannig að það hefði aldrei orðið neitt nema hún hefði hjálpað mér, veist, þannig að en svo þetta bara þróast í einhver átt og ég ætla bara svona að sjá hvernig það gerist. Já, ertu með einhver ákveðin markmið þannig þegar kemur að þessu verkefni? Í raunin ekki, sko. Nei. Ég er ekki með kannski að því bara ég hef svo mikið að gera. Ég hef bara stundum aðeins svo mikið að gera og ég þarf að sinna sko bara sem starfsferill þar ég sinna kýrópraktíkinni, ég þarf að sinna áhrifavaldinum, ég þarf að sinna nýja félaginu okkur Atelier Agency, ég þarf að sinna fatamerkinu, ég þarf að sinna svo þarf ég að sinna börnunum mínum og konu minni og og fjölskyldu, þannig ég hef bara ekki einhvern veginn alveg sett hann kraft í að það á að verða eitthvað eitt eða annað, heldur vill ég bara sjá hvert það þróast. Já, það er kannski svona mikið áhugamál. Já, meira. Já. Og sem betur fyrir það ekki eitthvað sem að ég þarf að lifa á, sko. Veist, það fær bara að vera eins og það vill, sko. Já, einmitt. En þið voruð að opna nýja umboðsskrifstofu, þar sem þið ætlaði aðstoða áhrifavalda við það að fá greitt. Hvers vegna sérðu tækifæri þar? Sko, til að segja aðeins frá því að þá að því minn svona grunur er að ég vil hjálpa fólki og þá hugsaði ég ætla að prófa að setja í story að mér langar að hjálpa einhverjum áhrifavöldum, skilur, þeir sem að einhverjum ungum og óreyndum og viðbröðin við því voru náttúrulega bara sturluð, sko. Það var, ég skildi ekki hvað gerðist, sko. Það var bara svo rosalega margir sem að sendu á mig og greinilega mikil þörf og það sem að áhrifavaldar í dag þurfa er leiðsögn, þurfa ráðleggingar og hjálp til þess að ná árangri, bæði með efni sitt og líka bara að taka stærri skref í að þora og vita hvað virkar og vita hvað virkar ekki, finna í raun og veru grunngildi sín sem áhrifavaldur, hvað stendur þú fyrir, hver er þín ímynd, það þarf að móta hana. Allt þetta þarf að vera til staðar til þess að þú náir árangur sem áhrifavaldur. Af því ef þú hefur það ekki, þá ertu aldrei að ná þeim hæðum sem að þú raun og veru getur náð. Og þannig að þá allt í einu kom það og við fórum að hitta fullt af fólki og taka viðtöl og sjá bara hver þörfin væri í rauninni. Og þegar við áttum okkur á þörfinni að þá hugsaum við, ok, þetta er kannski eitthvað sem við getum þá gert. Og við fundum bara fullt af flottum áhrifavöldum sem að vildu starfa með okkur. Og ef ég spóla tilbaka þegar ég var að byrja sem áhrifavaldur og þegar ég var að þróast sem slíkur að þá var tímabil þar sem að margir áhrifavaldar voru bara að fá vörur til þess að auglýsa. Þannig að segja að þú fékkst einhverja vöru, þú auglýsti fyrir það. Svona skiptidílar. En þú borgar í raun og veru ekki leigu, húsnæðisláni, mat með vörum. Og þannig að við sem svona heild á Íslandi áhrifavaldar tókum þessa ákvörðun um að breyta þessu sem og gerðist. Allt í einu fóru fyrirtæki að greiða fyrir samstöðun sín og þá vinnu sem við leggjum í þetta og þá vinnu sem við höfum lagt í mörg ár til þess að komast á þennan stað, til að hafa þessi áhrif. Og en svo allt í einu kemur TikTok og þá eru fullt af fólki, ungu fólki sem að fer að finna skeggja að fá vörur fyrir content og fólk sem að náttúrulega þurfa bara uppbyrja einhver staðar og það svona og þá fór þetta að þróast aftur í þá áttina og þeir sem að eru að fá greitt eru bara svona fáir stórir í rauninni, sko. Það er ekkert margir sem að hafa eitthvað upp úr því að vera áhrifavaldur, það er mjög fáir en þeir sem gera það, þeir svona svolítið eiga þennan markað. Og þar sáum við líka, það þarf að koma nýtt fólk inn á þennan markað, það þarf að koma ný andlit, nýtt passion, það þarf að koma nýtt efni
og það það sem að við erum að gera með okkar áhrifavöldum og okkar stofu að við erum að þróa það með þessum áhrifavöldum að hjálpa þeim að verða áhrifavaldar í raun og veru og geta starfað sem slíkir. Já, og hvernig það að gera það? Með coaching. Ég hef náttúrulega gríðarlega miklu reynslu og kunnáttu í því að skapa vörumerki, skapa ímynd, vinna með fólki og fyrirtækjum. Ég hef náttúrulega gríðarlegt tengslanett og allt það svo verðmætt fyrir ungan áhrifavald sem að veit ekki hvort hann á að stíga. Einmitt, sem bara að byrja. Já, sem bara að byrja og þorir ekki að gera þetta og þorir ekki hinn og ekki alveg viss með þetta og ekki viss með hitt og þá verður ekki úr þessu. Já, einmitt. Og það það sem við sáum þegar við tókum alls þessu viðtölu að fólk bara í rauninni þorði ekki og vissi ekki hvað átt að gera. Já. Þannig að og okkar sérstæði svolítið þar. Við erum að hjálpa þeim, við erum að hitta þau í hverja einustu viku, við erum með reglulega fundi, allir að vinna saman, þannig að ef einhverju áhrifaldur að gera eitthvað, þá peppa hinir áhrifaldur skilur, þannig að við erum tím og við erum að búa til þannig samfélag á Íslandi sem hefur raun og veru aldrei verið til. Já. Að allir eru með sameiginlegt markmið af því að fá greitt fyrir það sem maður gerir og að peppa hvort annað til svona árangri. Já, hvernig hefur það gengið? Ótrúlega vel og maður svo stoltur af krökkunum að sjá bara hvar þau voru þegar þau fyrst komið í viðtalið og hvaða efni þau eru að búa til núna, veist, og maður, mér finnst það náttúrulega bara stórkostlegt, sko. Þau hafa allar þessa hæfileika, þau hafa þessa kunnáttu, en þau höfðu bara ekki sjálfstraustið, né svona kannski, þorið að taka skrefið, sem allt í einu ég gat gefið þeim og við gatum gefið þeim. Komið þekkingur á. Já. Já, einmitt. En hvernig veljið svona hvaða áhrifavalda þið viljið vinna með? Þeir þurfa að hafa sömu gildi og við. Við, veist, ef ég tala bara út frá sjálfum mér, þá ég mjög færi að sjá potential í fólki. Þannig að ég var svolítið bara, ég hafði mjög sterkar skoðanir á því hvað fólki ég vildi vilja með og hvaða fólki ég sá eitthvað potential með. Já. Og Kristjana, hún stórkostleg í sínu hlutverki sem koordinator, sem skipuleggjandi, sem svona vélin á bakvið allt saman og við erum bara eins ólík eins og hægt en það partur af þessu með að stofna fyrirtæki og drífa það áfram að þú þarft að hafa partinn með þér sem að styrkja þína veikleika og það það sem hún gerir. Einmitt. En hvernig svona viðskiptamódeli hjá okkur baku þetta? Við erum alltaf, viðskiptamódelið í raun og veru bara prósentur, þannig þessi bransi og við erum alltaf með þeim sem við vinnum með bara misjafnt á hvaða stað áhrifavaldurinn og hann byrjar einhver staðar og hann þarf einhverja hjálp sem að kostar eitthvað og þá prósentan hún endurspegla það. Svo þegar hún komin á einhvern stað þá breytist prósentan í eitthvað sem endurspegla það. Já. Þannig að allir séu nú að gera eitthvað sem win-win fyrir báða aðila. Og það það sem ég hef séð núna með því að tala við mörg fyrirtæki að það gríðarleg vinna sem fer á bakvið að fylgjast með áhrifavöldum sem að taka einhver verkefni fyrir þig, að vera í samskiptu við þá. Já. Og margir eru brendir að hafa ekki fengið það sem að þeir vildu fyrir annarkvæmt peningin eða efni sem að þau fengu og okkar hlutverk að gera þetta faglegt. Já. Þannig að ef þú ert að vinna með okkar áhrifavöldum að þá veistu að þú færð það sem þú byrðir og það sem þú borgar fyrir. Því að við erum að fylgjast með. Þá samningar á milli gerðir? Já. Alltaf samningar. Stundum munlegir, veist? Já. Algjörlega stundum munlegir. Ég þannig sem persóna líka. Veist, það nóg fyrir mig að taka hendina þér og segja að við ætlum að gera þetta svona. Já. Og en svo Kristjana, hún vil skrifa undir samningin, sko. Það alltaf pappír. Það alltaf pappír. Já. Veist, það munurinn á okkur og en allt leiðir þetta okkur að sama markmiði og sömu sín. Já, hvernig finnst þér svona áhrifavalda markasetningin eða markar vera búin að þróast eins og nefnið þannig að það eru margir brendir sem að bjuggust kannski við að þau voru að fá
einhverja fleiri póst eða meiri umfjöllun sem var búið að tala en svo gerðist það ekki. Já. Hvernig finnst þið þetta svona hafa haft áhrif kannski á þá ímynd sem að fyrirtæki og vörumerki hafa gagnvart í að vera í samstarfi við áhrifavalda? Já, þetta er svona, ég geti sett í samhengi við hvað sko fólki fannst kýrópraktík í byrjun sem búið að breytast mikið bara eftir að ég hafi þau áhrif, að ég þurfti líka svolítið bara að brjóta þau viðhorf með því að sýna bara í verki hvað ég geri og hversu faglegur ég og ef ég að tala við fyrirtæki þá vita þau alveg hvað ég stend fyrir og ef ég að representa einhvern áhrifavald þá veit fyrirtæki að þá standard sem að ég set fyrir sjálf mig á það sama við þennan áhrifavald. Þannig að ég hef svolítið bara verið í því hlutverki einmitt að sko brjóta það upp, búa til traustið aftur. Og það tekur tíma, það tekur tíma og effort en á endanum þá komumst við öll þangað. Já, einmitt. En fyrir þá áhrifavald eða fólks kannski sem að væri til að vinna með ykkur, eru það að horfa ykkur ákveð mikið að fylgjendum með annað til þess að vera áhrifavaldur hjá ykkur? Í rauninni ekki, af því að fylgjendur eru kannski ekki það sem skiptir mestu máli í dag. Það er efnið sem skiptir mestu máli. Já. Og ef ég sé eitthvað potential í efni eða ímynd áhrifavaldsins, þá skiptir sko fjöldi fylgjita engu máli. Það er ekki það sem skiptir máli sko. Og þú þarft að hafa passion fyrir þessu, þú þarft að búa til efni ekki, ég hugsa að margir haldi þetta sé auðvelt að búa til efni og þetta sé svona bara einhver svona allir geti gert þetta eitthvað til hliðar sko, sem ég svo sem geri en þetta gríðarlega vinna á baku þetta. Þú kannski kannast þetta sjálfur, þú hefur sjálfur búið til efni og veist hvað liggur á baku bæði tíma og kostnaði sko. Þannig að þetta er svolítið falið vinna baku þetta? Það er það sko, það er það og þar komum við aftur að í sko okkar stofu Atelier Agency að sko allir okkar áhrifavaldar hafa 3 grunngildi og öll þessi grunngildi þurfa að stemma við allt sem þú gerir sem áhrifavaldur. Eins og mín 3 grunngildi fagmennska, rútína og góðmennska. Og ég vel þessi 3 grunngildi og get þá valið öll samstörf sem passa undir þennan hatt. Ég gæti hafa valið tísku eða heilsu eða eitthvað svoleiðis, en góðmennska er eitt stærsti partur af mér sem opinberu manneskju. Þannig að ég segi aldrei nei við eitthvað sem að biður mig eitthvað, þú veist. Eins og ég fæ ábyggilega 10-15 beiðnir alls konar hluti í hver einustu viku frá skólum og einstaklingum og félögum og senda kveðjur og alls konar hlutir sko. Ég svara öllum og ég reyna að koma móts við alla, alltaf tilbúin að hjálpa, þannig að góðmennska svo stór partur af því. Rútína allt sem ég get unnið með í minni daglegu rútínu, þannig að ef að vörumerkið eða fyrirtæki passar inn í þá rútínu, þá get ég unnið með þér. Ef hún passar ekki inn í rútínuna, þá get ég ekki unnið með þér. Það verður aldrei authentic. Og fagmennska stór partur af því sem ég geri, af því allt sem ég geri faglegt. Allt sem ég geri eitthvað sem að passar vörumerkinu og að það passi þeirra ímynd, að það passi þeirra útliti og að allt sem að snýra því sem ég geri mjög faglegt og allir þurfa að hafa ekki þessi en einhver 3 grunngildi sem að hjálpar þeim að taka ákvarðanir og hjálpar þeim að taka bara, að geta svarað já eða nei og það auðveldar svo mikið. Af því oftast fyrst sem áhrifaldur tekur öllu því sem kemur, skilurðu, og maður skilur það alveg. Að fá vörur, bara frábært, ég fekk vöru fyrir 100 skall, það bara geðveikt. En ég get ekki borga matinn með vörunum sem ég var að fá. Og þetta alltaf svona eitthvað svona sem að allir þurfa bara að gangi í gegnum. Já, einmitt. Þú talaður áðan að horfir svolítið á hversu gott efnið Hvernig metur þú svona hvað gott efni og hvað ekki gott efni? Það ákveðin tilfinning sem þú þarft að hafa. Margir hafa hana, og finnast eitthvað flott og töff og eitthvað svoleiðis. En ég horfi í svo margt annað, eins og bara mood og vinklar og
lýsing og hraði og taktur og tónlist og já, það er svo margt og bara daginn þá var einn áhrifavaldur hjá mér sem sagði mig ég bjó til vídeógummi og mér finnst það bara ógeðslegt ég kannast við það má ég sjá þetta efni hún sýndi mér það og ég sagði þetta besta efni sem þú nokkuð tímann gert þetta að flottasta sem þú nokkuð tímann gert og ég útskýrði bara af hverju og þá bara, postaði þessu bara eftir korter og Lína, hún hefur líka auga fyrir þessu, hún er ég myndi segja að hún er svona, geitin í leiknum að hún sagði bara, vá hvað þetta var flott hjá henni, skilurðu og það, þú hefur þetta svona ég sjálfur listamaður, ég sjálfur áhugaður fyrir tísku útliti fyrir innanhúshönnun, þetta er svona bara mitt áhugamál, þannig ég hef svo góða tilfinningu fyrir þessu. Já, svona creative. Já, einmitt. Hvaða ráðleggingar væri þú kannski með fyrir þá sem að hafa á því að verða einmitt áhrifavaldar? Fyrst og fremst, alltaf sem ég spyr einhvern sem að vill vera áhrifavaldur ef þú er að koma við til mig, ég myndi alltaf spyrja af hverju viltu vera áhrifavaldur og ef þú hefur ekki svörin þarna þá er svo erfitt að byrja sko, veist, hvað er motivationið sko og sama með viðskipti eins og þú þekkir sjálfur er að ef að motivation eru peningar að þá er ekkert líklegt að þú náir árangri og þannig að þarna grípur maður strax eitthvað sem að annarkvort maður veit að mun verða eitthvað eða mjög líklega verða ekki neitt og þó ég elski alltaf að þegar fólk kemur óvart og stýnir mér einhver aðra hlið en fyrst og fremst það og vera með þessi 3 grunngildi á hreinu hvað stend ég fyrir og það er það sem ég stend fyrir og ég beigi ekki út frá því, ég beigi ekki út frá mínum grunngildum og svo þarf maður að hafa maður þarf að hafa einhverja svona læriföður, skilur, maður þarf að læra af einhverjum, maður þarf að líta upp til einhverja hverjar eru þínar fyrirmyndir og það eru kannski nokkrir sumir hafa enga fyrirmyndir og þá er það líka orðslega erfitt af því þá veit hann ekki hvað efni hann á að búa til bara hvað á ég að gera hverjar eru þínar fyrirmyndir ég veit það ekki nei, þá er það orðslega erfitt og þannig að þú þarft í raun og veru að vita nokkurn megin hvað þú vilt og þá er hægt að taka eitthvað skref sko. Vera með skýra stefnu. Já. En myndirðu segja að getur hver sem er orðið áhrifavaldur? Já, veist, eins og hver sem er getur lært og hver sem er getur gert allt sem að hann eða hún vill ef að það er trú og ástríða á bakvið það sem hún gerir. Veist. Það geta allir og eins og með aldur veist, það er örgulega mjög margir hérna úti sem að þori ekki að hafa sambandið mig út af því að þeim finnst hún eða hann vera á gamall eða á gömul og eða hafi ekki nægilega marga fylgjendur eða veist, þannig að það þurfa allir að byrja einhvers staðar og það er aldrei of seint, það er aldrei og snemmt menn þurfa bara að gera þetta með réttum forsendum. Þegar þú sjálfur ert að birta efnaðar á samfélagsmiðlum hvernig er svona hugsunarháttun og ferli bak við það? Pælur mikið í hvað þú ert að gera það far kannski hugmynd og framkvæmur og neglir því bara út? Já, og til að byrja með þegar ég var að koma fram á sjónasviðið og fekk mikla kannski gagnrýni frá fólki að það fannst þetta að vera kjánalegt eða hvað er hann að gera í þessum buxum eða þessum fötum og okkur er hann alltaf að bera ofan og eitthvað svona. Það var alltaf ástæða fyrir því. Ég var að þenja mörkin, ég var að erta einhvern eða, skilur, það var alltaf ástæð fyrir öllu sem ég gerði til þess að koma mér lengra, til þess að vekja meira athygli, veist, og sjokkera. Til að sjokkera og eins og bara, vinur minn, hann Patti, Pretty Boy, veist, hann vissi alveg hvað hann var að gera og hann var bara með vision og trú á sjálfan sig og vissi hvað hann ætlaði að gera og hvað hann þurfti að gera til þess að komast þangað. Þá þurfti hann að sjokkera og vekja athygli og vera öðruvísi og þetta gerði ég líka á þeim tíma og allt sem ég ger í dag er ekki ég er ekki að útpæla það en ég veit bara hvað ég að gera ég veit hver mín rútína er
og hvað ég vil gera til þess að hvetja þig áfram til þess að hugsa betur því að mæta í ræktina eða hugsa betur eða velja rétt föt eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ekkert fer inn nema það hafi einhver tilgang, sko. Já, einmitt. Og ertu þá að passa að þú sért að pósta á ákveðnu svona tímabili eða reglulega? Fyrir mig skiptir það mjög litlu máli. Litlu máli? Já, af því að ég svo consistent. Ég birti efni á hverjum einasta degi og alltaf nægilega mikið efni. Já. Þannig að mínar tölur aldrei að flakka út frá tíma dags en margir pæli því og þurfa að pæli því. Já. Það alltaf, algoritmin alltaf einhvern veginn að stýra því, sko. Einmitt. En hjá mér persónulega virðist það ekki skipta máli. Já. Hvernig finnur maður svona sweet spot á milli, sko, gæði og max á efni, þú veist, eins og þú talar að þú ert ekki að spá mjög mikið í hvort þetta pósta hverjum einsta degi, en einhver kannski hugsaður, ég verð að pósta í dag og þá til þess að þú pósta kannski ekki alveg. Akkurat. Jafn góðum gæðum á efni eins og þú myndi vilja gera. Já, og það það sem við erum að kenna okkar áhrifavöldum að vera consistent. Já. Og það eiga margir erfitt með og þess vegna setjum við kannski fyrst markmið. Þú póstar alltaf á feedið á þriðjudögum, fimmtudögum og sunnudögum. Já. Eða eitthvað. Og þú póstar alltaf 1 til 3 stórium á dag. Hverjum einsta degi. Það mátt taka þér pásu kannski 1 dag en consistently þarft að gera það. Einmitt. Af því ef þú gerir það ekki, þá bara fólk bara fljótt að gleyma þér, sko. Já. Þú bara ekkert með eða þú ekki að pósta. Það leggir vinnuna. Akkurat, eins og Gary Vee segir, make fucking content. Já. Þú verður að búa til content á hverjum einasta degi, ef þú ætlar að vera með í leiknum. Já. Og það bara ákveðin þjálfun. Sumir náttúrulega áhrifavaldar lendi því kannski börn og get ekki gert content hvenær sem eða reka heimili, reka fyrirtæki og annað slíkt og að búa til content allt í einu orðin svona ég þarf að leggja tíma og orku í þetta, sko. Og það getur verið svo dreyning en svo kemur það með reynslunni eins og ég sagði nokkurum frá daginn að ég var að búa til content fyrir fatamerki og þann daginn var ég bara ekkert í stuði, mér langaði ekkert að gera þetta, mér leið ekki eins og ég var eitthvað sérstaklega kynþokkafullur eða flottur þann daginn og en samt náði ég að gera þetta 10 mínútum og það kom bara ógeðslega vel út. Það bara reynslan. Já. Að ég kann vinklana, ég kann taktin, ég kann nokkurn veginn hvað ég á að gera fyrir fram með myndavélina og það kom alltaf ágætlega jafnvel bara mjög vel út. Einmitt. Og stundu það maður bara að vera sáttu við að efni sé ekki alveg eins gott að maður vildi. Já. En nægilega gott til að hafa standard bæði fyrir mig og fyrir brandið sem skiptir náttúrulega mestu máli. Einmitt, bara gera vinn og ekki láta tilfinningarnar stjórna sér. Akkurat. Eins og í svo hvað mörgu öðru, sko. Akkurat, sko. Já, einmitt. Hvað myndirðu segja í dag væri svona stæðstu áskorunar fyrir þig? Við erum náttúrulega með umbóðsskrifstofur sem voru að fara á stað með og svo með fatamerkið og svo ertu náttúrulega bara í kýrópraktíkin líka. Það að finna balans á milli þess, held ég. Þess að tryggja verkefni. Já, ég held það. Og það það sem ég að gera núna, sko. Ég að minnka við mig í kýrópraktíkinni, ég aðeins að breyta takt í samfélagsmiðlunum. Ég komið með umboðsmann og ég að ráða annan starfsmann undir mína starfsemi, bara sem áhrifavaldur og þannig að ég að reyna að sanka að mér fólki sem að hjálpar mér bara að gera allt sem ég vil gera. Já. Ég hugsa að það svona þróunin núna. Já, einmitt. Hvað svona markmiði hjá þér með öllu sem þú ert að gera? Svona stóra markmiði. Sko stóra markmiði að geta verið hvar sem í heiminum og unnið og að þurfi ekki að vera mættur á stofuna og þéna peninga þannig. Já. Heldur ég gæti verið mánuð á Ítalíu en samt haft tekjur. Einmitt. Og það markmið sem sem betur fer að takast alltaf meir og meir. Já. Af því að kona mín, hún í þannig starfi, hún getur bara tekið með sér tölvuna og unni hvað sem Einmitt. En ég þarf alltaf að vera mættur í vinnuna, sko. Og þannig að við erum að reyna að finna þennan balans í okkar sambandi og það næsta markmið hjá mér. Það næsta markmið? Já. Hvernig kemstu nær því markmið? Hvað svona skref ætlar að taka? Það er fatalínan Já. og það eru samfélagsmiðlarnir og það eru samfélagsmiðlastofan.
að þessir 3 hlutir eru að búa til tekjur og þá ég ekki bundinn kýrópraktíkinni eins og ég þó ég sé alltaf bundinn fólkinu mínu og vill alls ekki missa taktinn við það svo mikilvægt en ég get gert það með öðrum formerkjum. Já, heldur þú munir einhvern tíma því að sleppa tökunum á því? Ég mun ekki kannski tíma því að sleppa því alveg að því ég finn bara hvað það gerir mikið fyrir mig og bara fyrir mína andlegu heilsu og en í fyrsta skipti á þessum tímapunkti í lífinu ég alveg farin að hugsa að minnka helling við mig sko. Og breyta takt og breyta svona ég hef ekki sömu markmið þar eins og ég hafði fyrir nokkrum árum síðan þannig að ég er búin að ná öllum þeim markmiðum sem ég langaði að ná og núna vill ég bara sinna fólkinu mínu eins og ég get. Já, einmitt. Þú talaðir svona í byrjun viðtalsins sem við vorum að fara yfir það sem fórst í gegnum í COVID og hafur farið mikla sjálfsvinnu sem svolítið svona tilengaðir. Hvernig lítur svo rútína út hjá þér eins og í dag? Hún snýst þakklæti fyrst og fremst. Það sem ég lærði leið og ég fattaði það hvað þakklæti skiptir miklu máli í öllu sem gerir þá svona breyttist svolítið væpið bara inn í mér sko. Að ég áttaði mig á því bara ég á ógeðslega mikið og það bara rosalega mikið af fólki sem elskar mig og þykir vænt mig og mér gengur rosalega vel í mörgu og ég að hjálpa rosalega mikið af fólki þetta var allt einhvern veginn bara það var aldrei neitt nógu gott eða það var aldrei neitt nóg og ég var svo mörg ár þar og það svo vont og leið og ég fór að lifa með þakklæti og svona kærleika í hjartanu fyrir sjálfa mig og allt sem ég gert og geri og þá breytist þetta og ég vakna hverjum einsta morgni og ekki það fyrsta sem ég hugsa ekki einhverjar áhyggjur eða eitthvað svona eitthvað neikvægt, ég hugsa bara hvað ég hlakka til að takast á við það sem ég að fara að gera í dag og svo það svona litla rútinin eins og bara, að drekka vatn og vera í rauðu ljósi og drekka kaffi mitt og hugleiða og hreyfa mig og fara í gufu og fara í kalt og allir þessir hlutir eiga ákveðið hlutverk bara í minni rútínu, í minni heilsu, í minni hugafari og þetta spilar allt saman. Já, hugleiðir á hverju minnsta degi. Já, og það geri ég oftast samhliða öðru eins og bara vera í rauðu ljósi eða þegar ég að drekka vatni mitt á morgnana eða þegar ég að drekka kaffibolla minn. Ég fer ekki í svona stöðu, heldur leyfi ég bara öllum þeim hugsunum sem að koma til mín og ég bara í núinu. Einmitt. Og margir miklað fyrir sér að hugleiða. Það snýst að rauninu bara að róa þig niður og leyfa hugsunum að koma. Vera hér og nú. Já, það er eina sem þú ekki þarft að gera. Einmitt. Og ég geri það ekki nema þetta eru kannski 20 mínútur eða eitthvað svoleiðis. Já. Og en samt eins og segi, það eru mörg verkefni og mér finnst það gaman og mér gaman að hafa mikið að gera þannig ég náttúrulega svo bara fer í síman og skrifa skilaboð og svara og gera og græja og allt það sko. En hvernig svo með rauðuljós? Ertu bara með svona rautt ljós heima sem situr undir? Með svona panel sem ég bara sitt fyrir framan og stundum ég með grímuna líka en oftast bara það og meðan ég í því þá ég bara ofta að drekka kaffi eða svara skilabúðum eða eitthvað svoleiðis skilur þannig að ég svona rútína mín oftast bara svo sama ég vakna klukkan 5 á mótana og þá hefst þetta. Já. Hvers vegna ferðu í rauðaljósi? Fyrir húðina, fyrir þá birtu sem að kemur og fyrir hormónakerfið mitt. Ég finn gríðarlega mikið munumar eftir ég byrjaði að gera þetta. Svo má ekki gleyma kuldanum líka. Eftir ég byrjaði ég seti alltaf andlitið á mér og í ísbá á mótana, en svo fer ég líka í kalda pottin. Og eftir ég byrjaði að gera það, þá var ég miklu skýrar í höfðinu, ég hafði meiri orku. Og leiðum að finnur þessi benefits, leiðum að finnur mér líður betur við að gera þetta. Mér líður betur við að gera þetta líka og þá viltu ekki sleppa þessu. Nei. Og þetta fer að vera það sem ég kalla mitt ekki til umræðu. Það heitir það. Og það það að ég get farið hvert sem í heiminum og ég get haldið minni rútínu nákvæmlega hvar sem
Ég nenni kannski ekki að taka rauða paneli með mér en ég tek kannski grímuna með mér í staðinn. En ég get hugleitt, ég get tekið öndunaræfinguna, ég get farið í ísbað, ég get gert allt hvað sem er í heiminum og geri það sko, af því þetta eru bara hluti sem ég vill ekki sleppa, eins og að æfa á hverjum degi. Það er bara ekki til umræðu hjá mér, þannig að þegar við erum að ferðast erlendis þá verður við að vera að gimma hótelinu eða einhvers staðar í hliðina, skilur við. Annars fer ég ekki ánga sko. Einmitt. Hvernig gríma er þetta svona að tala um? Bara svona rautt ljós, svona andlitsgríma og það getur nokkra stillingar sem að margir að nota. Já, einmitt. Svona ein spurning að lokum, hver verður Gummi Kíró eftir 10 ár? Hann verður ennþá kýrópraktor og starfar kannski í staðinn fyrir að vinna 5 daga vikunar, þá vinnur hann 3 daga vikunar eða 3,5 daga vikunar. Fatamerki hans verður kannski 40% af innkomu og er komið erlendis líka og umboðsskrifstofan er orðin þannig að ég er bara einhvers konar ímynd og stjórnandi og erum komið fullt af frábæri fólki inn í það verkefni hjá okkur á þeim tíma og er orðið bara jafnvel global, þannig að það sé fyrir mér. Og einmitt að geta verið erlendis hálft árið eða bara eins og ég vill sko, að geta starfað hvað sem er í heiminum og bara njóta lífsins. Þú stefnir á það? Já. Hvað er þá aðalega erlendis? Það eru nokkri hluti sem koma, eða nokkri staðir sem koma til greina, en við Lína elskum að vera í París, við elskum að vera á Ítalíu og svo núna erum við að fara til Marbella, við erum að fara að skoða það eins og þannig að það er svona, mér langar ekki að festa mig neins staðar. Mér langar ekki að eiga neina eign neins staðar. Af því ég veit hvernig það er sko, þetta hugsa hana og allt það. Ég nenni ekki að binda mig neins staðar. Það er einn lærdómur sem ég hef allavega lært í gegnum lífið að vera ekki að binda maður niður einhvers staðar. En mér langar að geta bara flakkað á milli og bara verið það sem ég vil vera. Já, hafa frelsi til þess. Já, New York, elska að vera þar og vil vera meira þar líka. Einmitt. Eru við ekki þá bara nokkuð góðir? Ég held það. Ekki nema þú vilja bæta við einhverju í lokin? Nei, ég held að ég sé bara góður. Glæsilegt, bara takk fyrir að gefa þér tíma og mæta í spjalltíminn. Mín er ánægðin, virkilega gaman að koma og líka bara að sjá hana lista af fólki sem þú hefur tekið viðtal við, að þá er þetta bara heiður fyrir mig. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.